Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinni klukkan 8. Það var að sagði fréttir hjá mér Sigurjón Magnús. Við erum nú bara tveir hérna í kvöld. Já, það bara veikindi sem herja á starfslið Samstöðarinnar. Við ættum eiginlega að vera með það í fréttum. Það flensa sem að gengur yfir. Við vorum þetta að fjalla það hérna fyrir 2 dögum held ég. Já, þetta hérna, Laufey er með okkur hérna og svo við tveir. Já. Herðu, það er nóg sagt. Herðu, fréttir sko byrja á viðskiptablaðina, þetta er svona viðskiptafrétt. Vextir lækka 25 púnta. Fara úr 7,5% í stýrivextirnir á Íslandi sem eru niður í 7,25 í rúmlega 4% verðbólgu. Já, við höldum Evrópumetinu. Hæstu stýrivextir í heimi. Já, það er heimi, ég ætla að vera bara í Evrópu. Það er kannski bara heimi. Já, mjög nálægt í heldur. Eknum okkur heimsmyndi í þessu. Sko, bankinn útskýrir þetta. Það voru ýmsar getgátur það hvort það yrði lækkun. Bæði út af viðburðum í atvinnulífinu. Það var nefnt eitthvað slits. Við ræddum þetta hérna í gær og ég ætla nú að segja að ég tóldi svo. Ég spáði 0,25% lækkun sem væri svona hálf tákgræn. En málið er að aðalrökstuðningur bankans fyrir þessar lækkun er að viðskiptabankarnir hafi hækkað vexti út af dómnum og vaxtakjör hafi bara leitt til hækkunar á vöxtum og þess vegna hafi þeir ákveðið að lækka vexti þá líklega í vonum að bankarnir færu aftur niður. En þá bara á sama stað og kannski bara ennþá fyrir ofan því sem áður var. Þannig þetta er ekki nein lækkun. Nei. Mér finnst það eðlilegt að það komi fram. Það var alls konar fólk komið hérna fram og fagnaði að nú sé vaxtalækkunar ferlið hafið og eitthvað svoleiðis. Það er bara alls ekki hafið. Nei. Og þeir segja það, þetta er bara... Ekki í rauninni, sko. Nei. Þannig að þetta er verið að bregðast við vaxtahækkun umfram sem að tilefni var til hjá bönkunum. Þannig að... Og það eru blikur á lofti. Já, og það er hérna frétt frá MBL af sama fundi. Þeir birtu þarna nýja þjóðhagsspá og þá kemur í ljós eins og við höfum svo fjallað að það var samdráttur í efnahagslífinu á síðasta ári og frekar daufur hagvöxtur á þessu. Hagstofan hafði nýbirt spá fyrir þetta ár og ég held að spá rúmlega 1% í hagvöxtu þessu ári en bankinn fer neðar en það. Það var eiginlega sáralítið hagvöxtur á fyrirhluta ársins. En við erum samt með þetta háa vexti til að vinna á þenslu sem er ekki? Nei, ekki að þenslu. Þetta er til þess að vinna á verðbólgu. Og hann hefur stundum verið að segja það og bent á það og fleiri í bankunum að þeirra hlutverk er að halda hér verðstöðuleika og þess vegna nota þau vextina til þess að berja niður verðbólgu. Stundum er það þannig að þensla ýtir undir verðbólgu og þá þarftu líklega að gera eitthvað til þess að berja niður þensluna eða eitthvað. En þeir hafa náttúrulega bara eitt stjórntæki, þeir hafa bara einn hamar. En það er ekki lengur eins og ég áður, indiskildu peningum en þeir nota það ekkert. Jú, það er náttúrulega eins og til dæmis þessi greiðslumöt og eitthvað fleira, þeir eru ofta fyrkt í því að gera það erfiðara fyrir fólk að taka lán til þess að kaupa. En mér fannst svona viðbröðin, ég var að velta því fyrir mér þegar ég var að fara svona yfir viðbröðin, að það eru margir að það byrja alltaf, við fögnum þessu, byrja allir að segja. En samt er þetta í lengi breyting sko. Nei, og ekki tilefni til þess að fagna því. Þannig að ég var að hugsa allir að vera eins og þessi ykkur svona PR-menn sko. Að maður megi ekki koma fram og segja að ég meina þetta er bara viðvarandi hávaxtastefna sem að Seðlabankinn ætlar að halda hér. Hann ætlar að halda áfram að níðast á skuldurum þessa lands. Flytja hér 20 milljarða frá skuldurum til þeirra sem eiga. Með því að hafa hér hærri raunvexti heldur nokkuð staðar annars þar. Hærri húsnæðisvexti heldur nokkuð staðar annars þar. Og mér grunni í næstu frétt þá nú aðeins staðan þetta. Já, það er nefnilega, hún Ásta Lóa, hún er eiginlega meina fáum sem kemur alltaf með þessi viðbröð. Já, og reyndar Villi Birgis líka. Já. En þetta er hún er ófeimin við þá. Já. En náttúrulega hún er búin að berjast í þessu í 20 ár. Já, þetta er bara svona ákveðin sjónamið sem að hún og Villi og Ragnar Þór og fleiri hafa haldið í fram að Seðlabankinn sé að reka kolranga stefnu. Að skila ekki árangri, alltaf að hækka vexti en verðbólgan lækkar ekki.
ekki út af því sem þeir eru að gera. Vaxtastefnan veldur auknum vanda á húsnæðismarkaði sem að leiðir til hækkunar, hefur leitt til hækkunar á húsnæðisverðin, eða held ég sé hægt að gera það, en ennþá er húsaleiga að hækka og 40% af verðbólgunni sem má rekja til húsnæðismarkaðar. Þau eru að benda á svona að þetta sé óréttlátt stefna, bitni á þeim sem að síst skildi. Hún skil ekki árangri og eitthvað fleira. En mér finnst stjórnmálafólkið og öll þessi hagsmunasamtök hinna ríku og fleiri veigra sig við að gagnrýna Seðlabankana einhverju náði. Það heyrist ekkit úr borgartónum 35? Nei, jú, aðeins, en ég ætlum að byrja hérna á ASÍ, þeir eru með ályktun og eru að tala byrja á því að fagna þessu litlu lækkun. En benda síðan á að þessi stefna bitni á þeim sem að skulda mest, á ungu fólki og kvarta yfir henni, stefnunni. En eru samt ekkert svona harður í gagnvart þessari stefnu eins og þessi að vinna því. Það er náttúrulega margt af fólki sem inn í ASÍ sem að tók þátt í síðustu kjarasamningum sem að voru að risastórt veðmál að litlar launahækkanir myndu leiða til lækkunar verðbólgu sem að síðan myndu leiða til lækkunar vaxta það sem að kæmi inn í hagsbætur fyrir almenning en þetta er náttúrulega ekki ganga eftir. Þannig að maður finnst það stundum sem að lesa þessar miðstjórnar ályktanir inn í frá ASÍ að bera merki með sér að þetta er fólk sem að var að veðja á að þessi leið myndi ganga og þau eru með svona svolítið vonglöð að þetta litla skref kunni að leiða til einhvers. En þú veist að tala atvinnulífið, hérna er frétt úr MBL, ég held að við aðeins fjallaðum þetta í gær líka. En þetta er sem að samtök iðnaðarins gerði. Sem Askinni gerði fyrir SÍ og það er þetta er bara dimmt mjög hratt þarna, bara komið kolsvartamyrkur. Því að í maí sögðust 56% þessara kalla reikna með hagkerfið kemur til með að vaxa næstu 12 mánuðum, en núna bara 26%, 56 í maí og 26% núna. Og að sama skapi sögðust 80% stjórnenda reikna með samdrætti í hagkerfinu í síðustu könnun, en nú búast 46% við samdrætti. Þannig að þetta er algjört fall í þessu. Hvort það er mórallinn í samfélaginu eða... Þetta er vaxtastefnan að hlutaðu. Ferðaþjónustan er hætt að vaxa. Svo eru náttúrulega ýmsar horfur í alþjóðahagkerfinu. Það hefur reynda verið svona sumstaðar verið hagvöxtur en það er svona verið að spá því að það sé heldur að draga úr meðal annars út af afleiðingum af tollastefnu Trump og eitthvað fleira. Þannig að það er víðar heldur hér, það hefur verið að spá því að gervigreindarbólan springi og fleira. Er það svona svipað og var með .com, .com? Já, ég held að það mun ekki hafa neins sérstök áhrif á Íslandi en ef það verður fall í kaupöllum í Bandaríkjunum og víðar, þá hefur það alltaf áhrif náttúrulega. Það verður svona sjokk-effekt. Við erum svo sem búin að byggja eða setja upp gagnaveri fyrir þetta. Já, við erum stort veðmál það að selja orkuna í gagnaver. Já, það er svo sem, Það er eins og með .com að þau nefnir það að þá voru byggðir ýmsir innviðir í bjartsýni yfir að .com myndi skila svo miklum arði til fyrirtækjana. Þá er ýmsir svona hlutir eins og ljósleiðararnir og fleiri svona grunninnviðir sem voru byggðir upp í bjartsýni sem að reyndi síðan vera grunnurinn sem að var byggt á í framhaldssókn. Setna meir. Þannig að gervigreindin og gagnaverin og annað slíkt og reiknigetan sem verður byggt upp, hún mun ekkert fara. Þetta er ekki svona verðmæti sem eru kvik að því leyti. Það geta bara einhver aðri komið og reynt fyrir sér eða eitthvað fyrir á hausinn. Herðu, við erum með Morgunblaðið í morgun að það er ekki oft sem að, ég ætla að skjóta neð þessari frétt, að því að við erum að tala um Seðlabankann. Það er þeir voru að gera við þetta andrið hana. Ég bjóð þarna í nágrenninu og ég veit ekki hvað er búin að vera lengi þessi 5 ár eða eitthvað. Ég man að hundurinn minn hann slapp þarna stundum og fór í kaffi til kallana sem voru að vinna þarna. En það er komið upp í 3,5 milljarð. 3,5 eða ekki, já, sagði það. Já, 3,5. Já, stendur þarna líka. Þetta er ekki
Myndur ekki, ef þú ætti 3,5 milljarð, myndur ekki eyða í svona andri? Svona andri? Ekki spurning. Ekki spurning. Seðlabankinn náttúrulega, hann prenta peninga, þannig að hann endalaust á 3,5 milljarð. Hún skiptir engum máli hvort það kosti 3,5 eða 7,5 eða það bara að brella meira. Og nóg til að peningum, gjaldeyrisvaraforðin aldrei verið annað. Þessi 900 milljarðar eitthvað sem að þar. Vonandi fer að vera ekki að eyða því í andri. Herðu, forsíða Morgunblaðsins, þetta er hluta henni. Það er ekki oft sem að Moggi notar sko hálstafi. Eins og fólk gerir stundum á Facebook þegar það er reitt. Gróft brot á samningunum. Fyrirverandi forseti EFTA-dómstóls tjáir sig. Það er Íslandsvinnurinn. Verndartóll ósamræðanlegir tryggðarskyldu. Fáviskuleg hegðun. Þetta er svona stemming í Moggunum. Og í anda þessa þá tek ég fyrirsögnina á leiðara Morgunblaðsins sem var nú reynda bara minni leiðarinn. Aðför sem ekki skal gleyma. Það er bara svona. Yes, þetta er minn maður sko. Þarna er verið að bregðast við ákvörðun Evrópusambandsins að leggja á verndartolla á Ísland eða EES-ríkin. Þannig að það sem er umfram 75% af því sem að þessi lönd fluttu inn af járnblendi til Evrópusambandsins að þau bera tolla. Ég veit ekki. Svolítið sterku viðbrögð. Hérna er samstöðum, varst þú ekki með þessa frétt? Jú. Villi Birgis? Já. Hann var ekki kátur. Nei. En það er þetta. Það er en nú er þetta ekki tollabandali sem við erum í. Jó, þetta er eiginlega þannig. Það var samningur frjálst flæði fjármagns, fólks og vara og það var samkomulag um það. En það er í ákvæðinu sem að Íslendingar og Norðmenn settu inn í það að það mætti út á öryggissjónarmiðum bregðast við með því að leggja á svona tolla tímabundið. Og ég veit ekki hvað Íslendingar voru að hugsa um það, kannski ef kæmi inn eitthvað myndi flæða hvað er við að framleiða fyrir innanlandsmarkað sem að verum í samkenni við innflutning. Það er nú lítið eftir að því að innanlandsmarkaðurinn okkar er meira og minna farin. Þannig ég veit ekki hvað það ætti að vera. En það var alltaf hugmyndin og það var af tillögu Íslendinga og Norðmanna var þetta ákvæði sett inn. En núna kýs Evrópusambandið að gera það þrátt fyrir að sé samningur að ég vera frjálst flæði á milli. Að þá megið þau í tímabundið setja á verndartoll fyrir járnblendið. Þannig að þetta er ekkert brot af samningunum. Þú getur eins og deilt það hvort að öryggishagsmunirnir séu svona ríkir hjá Pólverjum, Frökkum og Slóvökkum og Spánverjum sem að lögðu þetta til. Ég veit það ekki. Nei, ég veit ekki heldur. Sko. Mér er það fyrsta sem að sér í þessu máli, það er svona hvað sem stjórnmálamenn verða ótrúlega yfirlýsingaglaðir. Já, við erum hérna á miðjunni, þar er formaður við vorum nú að töluðum bæði Guðrúnu Hafsteins og Sigmund Davíð í gær, en Sigurður Ingi, hann var líka að tjá sig. Og myndin hann er mjög góð, hann er með nefan, hann sést í hann. Sko. En er hann að halda því fram að hann hefði betur varið hagsmunni í Íslands? Nei, ég held að hann ekki nefnt hann eitt sérstaklega, sko. Nei. En það var gagnrýnin í gær eins og að stjórnvöld hefðu sofa á verðinum og annars líkt. Ég var svolítið andmælega þessu og sagði að þetta væri raunverulega fyrst og fremst norskt mál. Vegna þess að ég held að Norðmennin sé að flytja inn 45% af öllu járnblendi sem er flutt inn til Evrópu og þegar bætist við þessi verksmiðið upp í Hvalfirði þá hækki það bara upp í eitthvað 47 eða 48 þannig að við erum alla aðilar að þessu máli. Nei, við erum með eina litla verksmiði. Já, þannig að eina leiðin sem fyrir Íslendingana væri það að þetta yrði lagt á EES-ríkin að undanþegnu Íslandi sem ég held að sé óraunhæft markmið. Og ég var eitthvað aðeins að skoða norsku pressuna og þeir taka þetta alvarlega. Jónas Gahr Støre, hann er reiður að skrifa bréf til von der Leyen. Og þau draga upp alveg eins og Þorgerður Katrín dró upp varnarsamningana í gær. Hann skrifa bréf og sendi bara póstinu? Nei, maður skrifar undir sko sjálfur. Hann hefði notað tölvuna til að skrifa það út. Það er nú bara eins og það var að kvitta fyrir. Ég meina ef hann vilt að noti rafræn skilríki eða kvittið þannig undir.
En þar var verið að tala ýmsa svona þætti sem að Noregur ætti að leggja á borðið. Já. Og meðal annars að Norðmenn leggja til á íslensku svona 270 milljarða á ári inn í Evrópusambandið. Það eiginlega það sem þeir borga og við borgum miklu minna. Ég var eitthvað að leita því hvað það var, en það bara sára lítið hlutið þessu. Og hann ætlar að mæta núna, það verður fundur á morgun í einhvers staðar, og hann ætlar að mæta og hann ætlar að taka það upp, hvort að ég endurskoða það. Þannig að Norðmennir taka þetta bara mjög alvarlega. Og hafa vopn í höndunum. Já, mjög öflug, því að raunverulega EES-samningurinn fyrst og fremst við Noreg. Þótt að við erum bara svo lítil. Og ég held að sé ekki þetta að tala eitthvað svona vínaþjóður, allir vilja hafa okkur með, það ekki tannig. Það bara eru gríðarlegir hagsmunir að hafa Noreg þarna með, og meðal annars að því að Norðmenn borga miklu meira heldur en þau taka. Ég held að sjá mörkunum að við fáum meira heldur en við tökum. Þannig hann segir að þetta sé bara upp í loft. Og svo hann spurður, er þetta ekki orðið þá ljóst að Norðmenn verða bara að gangi í Evrópusambandið, sem kannski svona tótt sem að þú hefur heyrt í dag og í gær svolítið frá Viðreisn og fleirum. Og hann segir bara nei, það er ekki ennþá gróið í Noregi frá tilrauninni við að gangi í Evrópusambandið 73 held ég, og svo aftur 95, það var þjóðaratkvæðagreiðsla. Og hann segir að það sé bara engar líkur á því að þetta verði sett á dagskrá í norskum stjórnmálum. Og þar með held ég að þá færi inn sjálfkrafa í Evrópu. Já, þá var eiginlega, ef að Noregur fer inn, þá eiginlega það verið sjálfkrafa. Þannig að vilji Norðmanna þá að halda einhverju lífi í og varðandi, það er alltaf verið að spyrja á Íslandi og að gangi í Evrópusambandið. Nýjasta könnunin sem ég sá í Noregi var frá því í ágúst, að þá segir 55% Norðmanna nei og 33% já. En þetta var ekki svona hérna. Nei, það er ívið fleiri sem segja já, heldur en að segja nei við inngöngu. En svo náttúrulega ennþá stór hluti, þannig að ég held að það sé ekki meiri hlutin sem ennþá nema hafa kannski ekki að steinu sinni. Það sé meiri hlutin sem segir já. Herðu, en RÚV var með skemmtilega frétt sem að tengist þessu. Það eru hlutabréf í Elgem að hækka þrátt fyrir þessa veldaraðgerðir og menn geta spurt sig hvernig þetta er á því. Ástæðan er svo að 75% af því sem fluttir inn áður, þau eru án tolla og tollanir og verndartollanir settir til þess að hækka verð, af því það hefur flætt inn á markaðinn ódýrara járnblendi sem hefur haldið verðinu niðri. Þannig að verðið á 75% af þessu fluttir út mun hækka líklega meir en sem að nemur tollanum á 25%. Og þar fyrir utan þá eru alltaf valkostur að flytja þá 25% eitthvað annað. Þess vegna er þetta raunverulega engin fjárhagslegu skaði fyrir fyrirtækin, eins og komið ljós í dag hvernig markaður matið þetta. Og það ekki fyrir okkur. Nei, og þá hefur gættur kannski að hafa í huga lætin sem voru niður í þingi. Já. Það sem þetta var ótrúlegur. Það var bara skotið fyrst og svo spurt. Já, en það voru menn bara að skjóta, þetta var enn einn sönnunin á því sem eru áður sagt. Hvert var eðli Evrópusambandsins. Eitthvað slíkt. Þetta var merkileg umræða og þetta að taka Evrópumál á dagskrá þingsins í gær og svona, sko. Já, það finnst mér nú alltaf í lagi. Þetta er kannski ekki alveg stemming. Já, ég segir ekki í lagi. En þessi bara viðbröðin voru. Já. Og eins og líka bara að gefa stjórnvöldur svona færi eins og það sem að Þorgerður Katrínar sem skrifi ekki undir þarna varnarsamningana. Mér finnst það bara allt í lagi, sjálfsagt. Þetta er mjög íslenskt. Við höfum alltaf tengt varnar hagsmuni saman við svona peningalega hagsmuni. Við höfum alltaf mikið peninga af Bandaríkjamönnum að þeir vildu vera þarna. Og Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn bjuggu til fyrirtæki til þess að blóðmjólka þá í einhverju spillingadæmi sem að Bandaríkjamenn urðu bara að horfa í gegnum fingur sér við og vissu allt það, sko. Það var bara gjaldið á því að fá að hafa herinn á Miðnesheiði. Það er ekki að nokkra kalla mjög ríka. Já. Það voru sveitarstjórnarkosningar í Danmörku. Já, segðu frá því. Við vorum svolítið að fjalla þetta. Hérna er nú bara sem við tekið saman allt dótið. Og þarna eru sósíaldemókratarnir efstir, þeir eru að tapa 5,2% stigum. Voru með 28,4, þetta er 23. Og þeir eru tapararnir. Venstri sem er hægri flokkur, hann tapar 3,3%, þau eru saman í ríkisstjórn ásamt
Moderaterna sem hann næst neðstir sem voru að bjóða í fyrsta skipti fram í sveitarstjórnum. Það voru búnir til nýjir flokkar fyrir síðustu þingkosninga, það voru Moderaterna og svo Danmarks demokratanir sem eru hann merktir sem eru líka bjóða fram í fyrsta skipti og eru á sömuleyti sigurvegara kosningarna. Þeir koma sem nýr flokkur og fá 4,7% fylgi. En það eru aðrir flokkar sem eru að bæta við sig eins og frjálslyndir sem eru að bæta ágætlega við sig. Það eru allir í svona litlu flokkarnir bæta við sig. Eða eini svona gamli flokkurinn sem er að gera gott mót er sósíalíski þjóðarflokkurinn sem er svolítið að vinna á miklu tapi sósíaldemókratana. Og þetta er svolítið mikið áfall fyrir Mette Frederiksen, formann sósíaldemókrata. Það er svona skoða næstu gröf. Það sem þetta eru þetta eru eiginlega sveitarstjórarnir, eða borgarstjórarnir og sveitarstjórarnir. Þetta veldur sveiflu þannig að nú á venstri, þótt að þeir hafi tapað líka, að þá vegna þess að sósíaldemókratarnir tapa svo miklu að þá er svo víða sem að hægrið nær meirihluta í sveitarstjórnum sem höfðu ekki áður. Og það er annað graf sem að sýnir þetta kannski betur, sem að sýnir sveifluna. Þannig að sérðu að fyrsti dálkurinn er þeir sem að tapa, þannig að venstri tapaði 6 meirihlutum, hélt 27 en vann 12. En svo sérðu stöðuna hjá sósíaldemókrötum að þeir töpuðu 16, heldu bara 25 en bættu bara við 1. Þannig að það verður svona þessi mikla sveifla sem að verður. Svona banabitið þeirra. Já, sem að veldur því að þótt að venstri hafi tapað að þá eiginlega verða þeir með miklu sterkari stöðu pólitískt eftir og þess vegna er svona mikil munur á stöðu sósíaldemókrata og venstri eftir kosningarnar. Og við erum með fleiri fréttir þarna það er Sisse Maria Welling sem var oddviti sósíalíska þjóðarflokksins verður aðalborgarstjóri Kaupmannahafnar. Þetta er embætti sem var búið til held ég einhvern tímann í stríðinu eða eftir stríð. En ef maður fer lengra aftur þá er þetta fyrsta skipti í 112 ár sem að sósíaldemókratar hafi ekki borgarstjóran í Kaupmannahöfn. Þannig það er sögulega mikið áfall. Það er ekki káttinn á þeim bæ. Enhedslisten, hann var með flest atkvæði en það var samkomulað þeirra, þeir gerðu samkomulað sósíalíski þjóðarflokkurinn Enhedslisten og Alternativet sem valkosturinn að þeir myndu skipta embættum þannig að það fengi fyrst að velja sá sem hefur flest atkvæðin, sem þetta Enhedslisten. En þó var það öðruvísi með þennan aðalborgarstjóra, það var sá sem að afla sér stuðnings, þau voru ekki með meirihluta, þannig þau þurfa að finna stuðning annarra. Og Welling, hún fekk alla til þess að styðja sig, til þess að verða aðalborgarstjóri, nema sósíaldemókratana. Og þeir voru skildir eftir þess að það er allir flokkarnir sem að eiga fulltrúa í borgarstjórn Kaupmannahafnar styðji hana. Hérna er frétt frá Berlingske sem er nú svona frekar hægri sinna blað og er að fjalla um þetta áfall sem að sósíaldemókratarnir urðu fyrir. Þetta er áfall sem að mun sækja forystuflokksins langt lengi, segja þau. Fyrirverandi ráðgjafið þeirra lýsir við Pearl Harbor. Það er svo sökku öllum skipunum þeirra. Nei, þetta er vel að þannig. En þeir halda reyndar þeir halda til dæmis örgum þeir í meirihluta í Árósum, Óðinsvíi og Álaborg sem eru þá 3 næstu stærstu borginnar. Þessi svona hægri bylgja er fyrst og fremst í svona dreifðari byggðum og fleira. En þetta er samt mikið áfall. Það er aðra fréttina sem er frá svona vinstri sinnari blaði, Information. Og þeir eru að fjalla þetta þótt að sé sætt að horfa upp á hefndina gegn sósíaldemókrötum. Hún sé bæði sætt og ánægileg. Þá er hún innan tóm vegna þess að það sem að liggur á bak við tapið og hvert tapið fer meðal annars til Danmerkur demokratana sem eru svona flokkur á líku róli og danski þjóðarflokkurinn. Þannig að það er ekki þannig að þetta sé sveifla eins og leit svolítið út til dæmis í Kaupmannahöfn. Í aðdraganda kosningana þá leit út fyrir að sveiflan væri öll yfir til sósíalíska þjóðarflokksins og Enhedslisten. En það er ekki alveg hægt að lesa það út úr. Nei. En myndin er góð. Já, þetta,
Og hún kemur fram í blöðunum og bara strax í gærkvöldi og segir ég ber ábyrgð á þessu, segir hún. Og myndi maður svolítið á mannstu þegar Halldór Ásgrímsson tók tapi í sveitarstjórnarkosningum. Og þetta eru þannig kosningar, það er eiginlega það sem að ræður mestu þessa sveiflu eru óvinsældir ríkisstjórnarinnar. Og hún en ég veit ekki hvernig hún á að axla ábyrgð, þau eru náttúrulega lokuð inn í ríkisstjórn með hægri flokkum. Þar er þetta, mannstu þegar VFG var lokuð inn í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Framsókn, að þá var það ef að Katrín hefði alltaf axla ykkur ábyrgð á stöðu flokksins að þá þurftu hinir einhvern veginn að samþykkja oddvitan vegna þess að samkomulagi væri svo persónubundið og annars líkt vegna þess að raunverulega er þetta ekki samkomulag sem eru flokkar sem hafa líka stefnu. Heldur er þetta einhvern veginn pólitískur svona litað upp sem einhver neyðarleikur sem þetta er ekki vegna þess að Mette Frederiksen hafði alltaf möguleika á að mynda vinstristjórn. Þurfti þá stóla held ég á þingmenn frá Færeyjum og fleira sem er alltaf leið. Ég veit það náttúrulega, ég get ekki sagt. Nei, Færeyingar eru fínt fólk. Rúvar með fréttum að ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu hefði verið kallað ríkislögreglustjóra á teppið heim til sín. Já. Fylgstu með þessu? Já, ég heyrði þetta í fréttum áðan. Að það bara voru bara búðana bara heim til sín að loknu vinnudegi og á að vera þar sem að samningar tókust. Var það ráðuneytisstjórinn í forsætisráðuneytinu og Sigríður Björk sem að náðu samkomulagi, hún héldi launum og... Ég veit það ekki. En þetta, forsætisráðuneytið tók þátt í því að reyna að lenda þessu máli. Já, greinilega. Bara... Við veitum ekki af hverju, kannski vegna þess að Kristrún lagði áherslu á það. Kannski vegna þess að það væri eitthvað kul á milli, stundum er það gert. Það er svona þriðji aðili fenginn til þess að tala ef það er... Já, dómsmálaráðuneytið er ekki náð. Ég meina stundum gerist það. Það var aftur ráðuneytisstjórinn í dómsmálaráðuneytinu sem var svona með í þessari fléttu, sko. Haukur Guðmundsson ekki. Já. Að senda ríkislögreglustjóra til forsætisráðuneytisins. Já, og heim til ráðuneytisstjórans. Það sem sáttu bara tvö og gengur frá ykkur samkomulagi. Þetta skýrist betur. Já. Þetta er, þau voru eitthvað ræðið þetta held ég á mánudaginn, hvort að það væri svona það hversu fljótt, það voru eitthvað fleiri dæmi sem þau tókum, hvað væri gripið svona fljótt inn í þau, kannski verið að nefna Ástulóu í því samingi, ég veit það ekki. Það væri svona New Seraphin Town, eins og stundum er sagt, að Kristrún fylgdi eitthvað svona meiri kröfur að minna þol fyrir eitthvað svona skandala. Drasli, menn eru bara að leysa þetta og láta þetta hverfa. Þetta getur verið merkjum það. Herðu, það var á Sín var mjög átaka mikið viðtal við konu sem heitir Hilma Dögg Hávarðardóttir. Þetta var bara átakanlegt. Og hún sá eftir syni sínum Hávarði Mána Hjörleifssyni sem tók sitt eigið líf bara núna í haust. Og hann hafði verið inn á Stuðlum, verið að glíma við fíknivanda og hún eiginlega vandar þeim ekki kveðunar inn á Stuðlum, segir að hann hafi orðið fyrir ofbeldi þar og var með þungar ásakanir og ekki fyrsta foreldrið sem talar svona Stuðla. Nei. Svo, síðast þegar ég var hérna, var ekki í fyrrakvöld, já, þá var einmitt að ræða þetta. All þessi stóð, all þessi stuðningur sem fólk, ungi krakkar er í, þetta er bara allt í brotalami. Þetta er allt. Það er enn verið að innrétta Gunnarsholt fyrir drengi í fíknivanda. En hvað er búin að vera lengi? Marga mánuði? Lengur en með Seðlabankann. Ég man ekki betur en Ásmundur Einar hafi verið ráðherra og alltaf verið að leysa þessi mál. Já, náttúrulega fyrir kostningarnar sem hann sló nú metið, en ég held að það sé búið að innrætta það núna að það séu stelpur, sko, í því húsi, ef ég skil það rétt. Já, en ég meina, hann er búin að vera að tala um þessi mál. Já, ekki gerst. Nei, mér finnst það svo að það sé þess að aðbúnaður þeirra sem að standa vest, hann hefur vestnað. Já, eða ég er ekki, það er bara svo slæmt.
eða bara ekki og þetta núna til dæmis svo stuðulega er náttúrulega búin að fá áfelli sko að dó einn annar sko kveikt í og starfsmaður gengur í skrokk á einhverjum strák sem hérna þetta bara alveg nóg eða meiri nóg þessi kerfi eru brotin sko. En svona, hvað ég segja, svona atvik geta alltaf komið upp stöku sinnum og þetta náttúrulega erfið mál og eitthvað vera en það svolítið mikið af þessu bara heilu guðsunnar sem koma. Þetta geta alltaf komið upp einhver óhöpp og allt það en þetta bara svo mikið og sérstaklega því að eins og við skiljum þetta að þá eru bara sko fleiri og fleiri krakkar sem bara fremja sjálfsvíg þau bara gefast upp og kannski vegna þess að hjálpin var ekki til staðar, ég veit það ekki, við vitum það ekki en hugsanlega er það sko. Við veit aldrei hvað hefði getað gerst. Segðu mér að þið voru svona gamalt í blaðamennsku fyrir 20 árum eða svo heldur það að kona eins og Hilma Dögg Hávarðardóttir hefði komið fram að vera að tala um þessi mál. Nei. Þannig að við erum komin einhver leiti svona inn í nýjan veruleika þar sem að fólk getur komið fram og rætt svona mál. Án þess að fá eitthvað áfelli sko. Já, ég veit það. Og einhver leiti getur það líka verið það sem að skekkir myndina fyrir okkur og við heyrðum ekki þessi viðtöl. Já, svo kom við náttúrulega seinni ljós eins og með Breiðavík og þetta. Veist, ekki á meðan það var, heldur bara ekki í defa þjárfum. Þetta bara í alvöru talað. Svoleiðis þetta. Og sérstaklega með Hilma Dögg standa sig sko svo frábærlega í svo viðtöl. Og sterk að koma því fólk verður að sína andlit í þessum málum. Já. Það er svo mikið áhrif að meira. Það gerist alltaf eitthvað hryllilegt í þögninni og myrkrinu sko. Ef það er ekki við vitum ekki að þetta er umulegt fólk af holds og blóði. Eða trúið í að þetta sé bara einhverjir svona vandraðólingar sem eiga allt vont skilið sko. Eins og það kannski hugsa til þeirra sem voru á Breiðavík. Herðu, aðalmálið í Bandaríkjunum undanfarna daga hefur verið Epstein-skjölin, það er bara allt inn í gegnum þingið að var samþýttar. Nú hefur verið að fjalla það sko að Trump á eftir að samþykkja það og það er svona ýmislegt sem getur gerst sem að veldur því að þetta mun ekki verða birt. Já, nú. Meðal annars að hann hefur krafist þess að alríkis saksóknari höfðu mál gegn demókrötum út af þessum málum og þá geti verið túlkað þannig að megi ekki láta gögnin frá sér á meðan það væri verið að höfða mál. Það er líka verið að ræða það að hann hefði mögulega náð að taka eitthvað út úr þessu áður. Þannig að við erum alls ekki vissir og í Bandaríkjunum að bara á morgun að hinn að þá verði all Epstein-skjölin opinber. Ég er með Trump-tíman alltaf á miðvikudögum og fæ Guðmund Halldórsson sagnfræðing og Friðjónsson borgarfulltrúa og Margréti Valdimarsdóttir afbrotafræðing og við ætlum að ræða svolítið Trump og áhrif hans á bandarískt samfélag og byrja út frá þessum Epstein-skjölum sem hefur mikil áhrif á stöðu en það er svolítið að fjara undan honum. Hann hefur aldrei staðið svona veikara gagnvart almenningi heldur en akkurat í dag. Og líka gagnvart þessu baklandi sínu, þessu makarhefingu sem hefur alltaf verið með kröfur að skjölin yrðu birt en það er alveg augljóst að hann berst á hæl og hnakka við að birta þau ekki. Og eitt af því sem að ég tók þetta upp í dag og eitt af því sem að Friðjón segir að hann langar svo að vita vegna þess að þegar það fór ekki inn á þingið þá greiddu held ég allir atkvæði með þessu 400 eitthvað, ég veit ekki þessu margir sem var þetta nema einn. Og það er Clay Higgins og hann mér langar svo að vita eitthvað hennar mann, sagði hann, hver þetta var eiginlega. Og ég veit ekki hvort að Friðjón lesi að séra því að þeir eru mitt að spyrja sömu spurninguna, hvaða maður er þetta eiginlega? Þetta er fyrrverandi lögreglumaður sem var oft lenti í svona sakaður að beita harðræði og öðru slíku og birti á svona samfélagsmiðlum svona mikinn áróður að við erum að berjast harðar við gegn glæpum og það var til þess að hann fékk athygli sem endaði með því að hann situr inn á þingi í fulltrúadeildinni og þar er hann búin að vera einn harðasti stuðningsmaður Trump alla tíð og hann er hann var á móti öllum aðgerðum í COVID til dæmis og hann er svona svolítið utalega til hægri og tollir ekki alltaf í hópi með sínu fólki og hann sagðist að það var alltaf verið á móti því að þessi skjöl eru birt
af því að vera að birta svona bunga af einhverjum tölvupóstum og öðru slíku, þá alls konar saklaust fólk sem að blandast inn í eitthvað sem að þeim kemur ekkert við og hann með svona ýmis sjónarmið, þessi maður. En þetta svolítið svona, hvað heitir þetta svona, þetta svolítið gaur, þetta svona ekki alveg venjulegu þingmaður. Nei, en ekki Trump búinn að segja að hann muni staðfesta lögin eða báðar deildirnar samþykkja þetta? Jó, en hvað... En já, ég veit að það bara... Hver tekur marka á Trump? Það ekki fast í hendi, ég meina það. Já, hann sagði að í kosningabarátunni hann alltaf bara það fyrsta sem hann gerði var að birta þetta. Já. En hann gerði það ekki. Þannig mér fannst ágætt að sóða hann sem flest spjótin og þá svo þetta alltaf Bill Clinton. Hann búinn að skipa að verði höfða mál gegn honum. Já, háaldrað fyrirverandi forseti. En hann náttúrulega á að sækja á Trump á þessum alveg sjálfst að sækja á Clinton líka. Já, en ekki bara Clinton gamla hryllilegt fyrirbrigði sem hefur verið í kringum hennan Epstein árum og áratugum saman. Algjör hryllingur. Hörðu, svo farið til Moggans að viðskiptamogginn, hann kemur út í dag og þar viðtal við Þorbjörn Atla Sveinsson sem sérfræðingur í markaðsviðskiptum hjá Agro-verðbréfum. Sko, ég þekki hennan mann ekki, en hann segir að húsnæðisverð gæti lækkað 15% og hann byggir það á því að hann ber saman launaþróun og húsnæðisverð til langs tíma. Og hann segir að húsnæðisverð sé núna 15% hærra heldur en það ætti að vera að meðaltali miðað við að væri jafnvægi þarna á milli. Og hann heldur í fram að húsnæðisverð þar sem að fólk sem að fæ laun hlýtur á endanum að kaupa það, sem þetta ekki alveg rétt hjá hann vegna þess að það eru fjárfestar sem að mikið til vera að kaupa þetta og halda upp í verðinu, þannig að þeir eru ekki táðir einhverju launavísitölu eða kaupandi. En hann að segja að miðað við þetta að þá kemur hann ekkert óvart að verð myndi lækka 15%. Og það þýðir það að sá sem að vera að kaupa sér íbúð núna, segjum að vera fyrsti kaupandi og hann má taka 85% lán, að þegar að þessi leiðrétting sem hann að spá, Þorbjörn, er komin í gegn, að þá á við komandi ekki neitt, allt þessi 15% sem hann sparaði, þau bara fara. En það þýðir líka að þeir sem voru að kaupa íbúð í gær voru að kaupa hana líklega á 15% ofháu verði. Já, gangið eftir, já. Gangið eftir. Já. Þetta alveg djöfulegt skák í þessu. Já, þurfa alltaf að vera í svona rússneskri rúllettu við heimili sitt. Fólk í öðrum löndum sem er að kaupa sér íbúð, það er bara alveg verið mál, bara allt borðleggjandi. Alveg bara fram á það er orðið 52 ára. Það var nú ekki þannig fyrir hrunið í Bandaríkjónum. Nei, ég er nú að horfa reyndar... Já, til svona síðari landa. Já, ég er að horfa saman til Norðurlandana. Þetta er, mér þegar vantar svolítið umræðið þetta, sko, því að við getum verið að horfa á, raunverulega verðlækkun sem er náttúrulega mjög alvarlegt fyrir þá sem eru nýbúin að kaupa þessu húsnæði. Og það sem hann segir þessi maður, þetta getur bara virkað mjög drepandi á markaðin. Já, þá fara allir að bíða eftir að lækki. Já. Það er þekkt. Og það getur verið vont og dýrt og allt. En það var annar staður í Mogganum, að þá var frétt frá verktaka. Hann heitir Þorvaldur líka þessi, Gissluson. Hann er forstjórið Þ.G. Hann var nú í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins líka að fagna vaxtalækkuninni og var að tala um það að þetta myndi verða losa markaðinn sem að ég held að sé bara ekki rétti á hann, sko, ekki með hvernig Seðlabankinn var að útskýra vaxtalækkunina. En þeir eru að byrja að bjóða lán með íbúðunum, þannig að þú kaupir og farið kannski 80% lán í bankanum, en þá eru þeir til að lána eitthvað til viðbótar. Og þetta er svona dæmi sem að gerist þegar að verðið bara orðið allt og hátt. Og þá reynir þá sem að situr á íbúðunum, sem eru verktakarnir, að halda verðinu uppi bara með því að lána þér meira. Þannig að ég ætlum ekki að vera að skipta með hvernig fólk hefða lífið sinu, en ég myndi vara fólk við að ganga inn í svona samninga. Já, það þarf að hugsa þetta vel áður. Já, sérstaklega ef það er svona margt sem bendir til og þetta jafnvægi milli launa og húsnæðisverð, það hlýtur náttúrulega endanum að leita einhvers jafnvægis. Já, ef það lækkar og fólk sem er nýbúið að kaupa og taka láni á Þorvaldi. Já, og ekstra háum vöxtum en restina sem við fá hjá honum. Já, og þá
sko skuldirnar orðnar kannski nokkru hærri heldur en verð. Þá bara Þorvaldur áfram, honum ekkert þetta því þá sækir hann bara íbúðina. Já, ég veit það. Hann gerir þetta ekkert óvarinn, sko. Herðu. Okkur líst ekki þetta komum með honum. Herðu, við skulum fara aðeins til Gaza. Það er Haaretz, það er að Ísraelsmenn voru að drepa 18 í dag. Í þessu furðulega vopnahléi sem að þeir bara haldi ekki. Og það var meira, ég er með aðra fréttir frá Al Jazeera, að þeir voru að setja bombur inn á Líbanon. Og ég með aðra frétt frá CNN, það sem að kemur fram að CNN er að segja frá því að 98 palestínumenn hafi dáið í fangelsum Ísraelsmanna. Og ég ætla að taka líka eina frétt sem er frá Þýskalandi sem eru vanalega ekki mikið að fjalla glæpi í Ísrael. Þannig að þetta er út í Spiegel, það sem er að fjalla þessi ógeðslegu fangelsi, það sem er mönnum nauðgað og misþyrmt linnulaust, umgengist þá eins og þessi skorkvíti og kakalakar. Og þeir kallar þetta Guantanamo Ísraels. Og þetta sé þetta hneykslismál sé á stærð við það. En það furðulega er að einhvern veginn að þetta dettur einhvern veginn inn í bara einhvern svona sérhillu af því að þetta er Ísrael, eins og Ísraelsmenn megi brjóta gegn palestínumönnum bara eins og þeir vilja. En það er mér finnst að vera svona jákvætt að sjá þetta í þýsku pressinu sem hefur kannski ekki alveg þagað yfir þessu en það hefur verið minna fjallað þetta í Þýskalandi heldur við skvar annars þar. Það eru réttarhöld hafin í Súlunesmálinu, við fylgst með þeim. Því máli? Nei, þetta er lokuð réttarhöld. Það er svolítið þú veist hvað málið er. Þetta er dótturinn sem myrti pappa sinn. Það var þannig að bana, skulum við segja bara. Já, sökuðum að myrta hann, já. Já, og svo líka sökuðum að hafa ætlað að gera sama við móður sína. Þetta er eitthvað svona algjör, sorgarmál. En það er lokuðu réttarhaldi og hann að enginn fær að vita neitt. Ég er svo langt sem ég skrifaði svona mál. Ég man ekki eftir neinu svona sem verið loka á okkur. Ekki náður, ég man ekki því. Það er, einhver fer fram á það. Það lítur að hafa verið... Já, dómurinn þá samþykkir það. Já, það lítur að verið ákærða sem fer fram á það. Já, það getur ekki annað verið. Og ákærandi gerir ekki athugasemdir, eitthvað svoleiðis. Já. Ég þekki þetta ekki. Nei, ég veit það ekki. Þetta er greinlega, þetta má, greinlega. Það hafa verið vangaveltur það hvaða afleiðingar tollar Trump hafa á innflutningi í Bandaríkjunum. Þetta er frá New York Times og þarna sérðu að það er bara snöggt högg. Eins og að skoða kúfinn sem kemur 3 mánuð undan. Þetta er það sem hefur verið að hóta tollahækkununum og þá flýtja menn inn til þess að losna við þá. Alveg vilt og galið. Já, en síðan eru þeir að draga ályktanir af því að þarna fellur svolítið vel í ágúst og þá eru þeir að velta fyrir sig hvort þetta leiði til þess. Við þekkjum þetta á Íslandi vegna þess að það voru fréttir hér að útflutningur Íslendinga til Bandaríkjanna hefur dregið saman 40% og við erum að taka 15% toll. Og þetta var mikið verið að ræða þetta í Asíu þar sem að hann var að gera alls konar viðskiptasamninga hægri og vinstri og reiknaði sér alltaf eitthvað gríðarlegan hag af þessu og þá fylgdi alltaf fréttunum að öllu líkjöndum munu viðskipti vera bara beinast eitthvað annað. Og það er sem vantar alltaf í þessa útreininga í honum að hann heldur að hann getur verið að hækka tollana og fengið sama innflutningin inn. En það er ekki gefið að svo verður. Herðu FF7 sem er vefmiðl. Bitcoin er að falla. Og það er bara allir verulega. Áttu Bitcoin? Nei. Ég sá að þú varst með þessa frétt, þannig ég tók graf þróunin á Bitcoin. Og þetta eru bara síðustu svona 2 vikurnar. Það er fallið 25%. En þetta er samt ennþá ofar heldur þetta var fyrir árið síðan. Já. En niður á niðurlið, hraðri. Já, en maður veit ekki. Jú, þetta er niður. Já, en það er ekki þar með sagt þetta haldi áfram í þessu falli. Nei. En þetta er svolítið... En er það núna? Þetta er svolítið háskalegt ef fólk er að leika sér að því ætla að fjárfesta í þessu. Já. Herðu, það voru stjórnmálaflokkarnir að loka reikningu sínum og sumir fjölmiðlar að fylgjast með því. Já. Heimildin tók reikninga Viðreisnar, þar sem gefum fram að stórir og sterkir í viðskiptalífinu er að styrkja þau meðal annars útgerðin, Brim og Síldarvinnslan og Þorbjörn. Já.
Heldur þú þau séu eitthvað fúl yfir að þau hafi verið að kaupa sér frið en ekki fengið það? Nei, ég veit það ekki. Þetta hérna, þau styrtu ekki öll alveg upp í hámarki þarna, þessi 550.000. Ég ekki alveg öll, þar sumum voru í 500. Ég held að Brim var allavega í 550, ég með það. Nei, það getur ekki verið svona stór fyrirtæki, bara stykki alla, ég veit ekki það. Já, þetta er kannski ekki svo stór uppæð heldur. Nei, ekki fyrir þau. Nei, og ekki heldur kannski fyrir Viðreisn sem að þetta fær miklu meiri styrki bara frá ríkinu. Já. Herðu, hérna, kóngurinn af Sádi-Arabíu, hann kom til Hvítahúsið og þá var hérna einn blaðamaður sem spurði morðið á Khashoggi sem að prinsinn, ég held að sé öllum ljóst að fyrirskipaði hann myrtur hérna í Istanbul fyrir einhverjum árum síðan og það var eitthvað blaðamaður sem spurði hann út í það og Trump var ekkert til að ánægja með það og sagði hvað, ég meina, hann sagði hérna things happens, ég meina það getur allt gerst og eitthvað svona, það var að réttlæta hryllilegt morð, ég held að lýsingin á svo morðið algjör hryllingur. Algjör. Það er sagan í sundur bara. Leist hann upp í með síru eða eitthvað, þetta var alveg hryllingur bara. Það svolítið svona í kringu Trump að þeir sem að tilheyra elítinu, þeir mega eiginlega gera það sem þau vilja. Mega sofa hjá börnum og mega myrða menn og mega gera hvað sem þau vilja. Mega græða og það var ég hlustaði á hana blaðamannafund. Og þá prinsinn að tala og segja við höfum ákveðið að eyða ekki bara 600 billjónum dollara í fjárfestingar í Bandaríkjunum, heldur 1 trilljón dollara. Og ég hugsaði að ég er ekki viss að olíusjóðurinn sé eins og svona hár. Þannig að menn eiginlega að nefna bara einhverja tölu fram að Trump sem allir vita í herbygginu að það bara innantómt kjaftaði, sko. eins og þegar hann gerði samningin við Suður Kóreu sem að skrifaði undir einhverja loforðum fjárfestingar í Bandaríkjunum sem voru svo hátt að það bara verði ekki fræðilegu möguleiki að það myndi standa við þetta. Sama þegar Evrópusambandið gerði það. Evrópusambandið ekkert að fara að fjárfesta neitt. Og Evrópusambandið hefur ekkert lögsugi verið að ráðstafa fjárfestingu fyrirtækja í Evrópu. Þannig að margt af þessu bara ótrúlegt leikrit. Herðan, ég tók eina frétt fyrir þig úr spænsku pressunni. Það er maður sem heitir José Luis Ábalos og hann var samgönguráðherra en það var eitthvað meira sem hann tilheyrði samgöngunum. Það var í COVID að þá hélt hann utan kaup ríkisins á grímum. Og það var einhverju vinur hans sem var að flytja inn svona grímur og þeir beindu viðskiptunum þangað. Og þetta eru svona 5 milljónir grímna og 7 milljónir og eitthvað svona og mér þetta svona freka lítið að 5 milljónir, þetta er svo þungt sko, þetta kannski við getum komið fyrir í þessu stúdíói sko, þannig að mér þetta ekki svo mikið en svo var og hvað það var sem að fekk í staðinn, hann hinn ætlaði að borga af einhverju íbúð sem að hinn mátti nota og eitthvað svona, ekki svona beint svona ferðartöskur af peningum, en það sem að vakti athygli mína var að saksóknari fer fram á 24 ára fangelsi. Og þeir eru með sérstakann spillingasaksóknara á Spáni. Vegna þessara tengsla og beindi viðskiptunum þangað. 24 ár, að þú brýtur að þeir í opinberu starfi. Þeir eru treyst til þess að kaupa nauðsynlegan varnarbúnað út af COVID og ert að eitthvað í einhverjum monkey business með viniðinum. 24 ár. Já, sko, hæðist, eða sko, fyrir sko manndráp með morð á Íslandi er einhverju fengið 18 ár held ég. Já. Það er yfirleitt 16 ár, svo það er eitthvað sérstakt til þess að fara upp í 17. Já, og nú fór eitthvað í 18, ég held að Síselski hafi verið auðvandar rétt. En þannig er það sko 24 fyrir spillingu. En spillingasaksóknari, myndirðu vilja að fá það hingað? Hvað segirðu? Myndirðu vilja að fá spillingasaksóknara, sérstakur saksóknari í spillingamálum? Já, jú. Heldur að Ísland sé svo spilt að Spáni er náttúrulega þannig að þú, ef þú kaupir hús í Spáni, held ég að borgir undir borðinu, sko. Borgir undir borðið? Já, ég held að sé, sko, gráa hagkerfið í Spáni er ótrúlega stórt, sko. Kannski er það líka hér, ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki. Nei. En ég er svo sem við erum ekkert betur en aðrir, held ég. Já, skotska pressan, Skotar voru að vinna sér í sæti á HM. Já. Og þeir eru smáþjóð eins og við og segir að það að komast inn á HM sé svona
svona hvatning eða eitthvað svona sem að skotum bara þurfa á því að halda. Það ekki búið að ganga allt og vel hjá okkur undanfarið. Þetta lyftir í sálinni. Þetta svona stemmingi sem er í blöðunum þar. Það er svolítið í þessu sko, Kasper Schmeichel, sonu Jesper Schmeichel, hann er markvörður sko, danska landsliðsins og Celtic. Hann var svo í Írlandsposti, það er önnur stemming þar. Og þeir eru ekki alveg eins kátir. Nei. Það er, þeir mistu mann út af. Þetta heitir hryllingur bara, gís og grú, er þetta ekki bara hryllingur og hörmung í Glasgow. Og þeir fara í unnspilið. En þeir er að draga þar álægtinni sýndist mér. Að það er svo, þeir þurfa að vinna 2 leiki og þeir eru ekki bjartsýnir. Nei. Þeir eru verið ráðið heimi. Það er eitt hneykslismál, það er verið skólafélagar. Nigel Farage er að rifja upp hvernig hann var í skóla. Þetta er búið að ganga í Guardian núna og þeir verið að tala hvernig hann var mjög hrifinn af Hitler þegar hann var drengur. Og það er verið að rifja upp svona alls konar, hann er verið alveg. Ef einhver finnst að vera óþolandi núna, þá var hann eiginlega ennþá verið. Það var ungur. Ég aldrei séð mynda þessum manni þar sem hann er eðlilegur. Hann er alltaf með opið munn. Hann er alltaf með opið munn. Mamma sagði það nú líka, það verið ekki taka mynda sér, hún var alltaf með opið munn. Það var að segja eitthvað. Herðu, en hann er í, þarf að vera að svara fyrir það. Þú ert í 12 ára bekkaukstaður, þá verður að passa þig hvað þú segir. Þú getur þurfa að svara það fyrir þetta. Herðu, ein mjög skrítið frétt, það voru björgunarsveit og búið að smala rjúpum og þeir voru ekki alveg á því. Þetta mun hafa verið svona ellifúnir skotar sem eru vanir að þessu heima hjá sér, að þeir fá eitthvað svona lið til þess að safna saman rjúpunum. Bráðinni. Já, og ég fyrir að hlaða byssurnar, vera með 2 byssur og skjóta þær. Þetta er svo skjóta hænu í tunnu. En björgunarsveitin, hún sagðist ekki taka þátt í þessu. Bán Simon er 100 ára í dag. Já, Bán Simon. Hefur þú lesið það, Bán Simon? Já, fyrir strákanum hennar voru yngri, já. Ég er nú búin að gleyma honum svolítið, sko. Fyrsta bókin er algjör snild. Ég held ég hef ekki lesið neina bók eins oft fyrir Sóliðu. Og einn kaflaðar held ég að við lesið. Ég hugsa svona 250 sinnum, ekki sjalnar. Þetta er algjörlega dásamlega bók. Og það er ekki furða þótt að hún lifi og því að það var fyrsta bókin sko. Bók sem svo gaf hún út aðra bók og hún er sínulagari. En fyrsta bókin er bara eitt af því fallegasta sem ég lesið. En þegar við tala eitthvað svona fallegt þá að vísindamenn komast að því að fyrsti kossinn sé 21,5 milljón ára gamall. Og þannig kemur fram að þetta er einhver vísindaritgerð. Kemur fram að það eru ekki bara menn sem er að kyssast, heldur líka górillur og simpassar og hvað heita þeir lönguabarnir sem er að kyssast. Og það er fyrir líklega verið forveri mannsins sem hafi fundið þetta upp. Og mér finnst þetta merkilegt vegna þess að við erum ofta að tala um svona, ég heiti svona að fundið peruna og verið að eigna hinum og þetta eitthvað svona. En það sem hefur fundið upp svona undanfæri og vitu hver fann það upp, að það er flest mjög ómerkilegt sko. En þarna kemur fram að það var eitthvað sem fann upp kossin og annar sem fann upp handabandið og eitthvað sem fann upp vingið. Þetta er náttúrulega miklu stórkostlegri uppgötanir heldur en ljósapera. Og svo reynginni stúluðu við þetta og Ringo. Herðu, þetta var fréttirnar, segir hún, kærar þakkir. Og framundan er Rauðaborðið. Ég minn ykkur á sem eru að horfa á Facebook eða YouTube að þið þurfa að finna nýtt streymi. Ef þú ert að horfa á í útvarpinu, hlusta í útvarpinu eða horfa á í sjónvarpinu, þá þarf þetta engar áhyggjur að hafa. Rauðaborðið er rétt handa við hornið. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.